parte sos? Yo de aquí. Ah, mira, ¿Tú de qué parte eres? del norte. Komið sæl og velkomin í Spursmál. Enn eina vikuna sjáum við stórfréttir á Reykjanesi, þar sem að eldar brenna og jörð skelfur. Nú síðast eldgos sem hafði gríðarleg áhrif á mikilvæga innviði, ekki bara í tengslu við Grindavík og Svartsengi, heldur Reykjanesið allt. 30.000 íbúar án heita vatns, en núna fáum við vonandi fréttir af því síðar í dag að heitavatnslögnin verði komin í gagnið á ný og hiti færist jafnt og þétt í híbýli og vistarverur fólks á Reykjanesi. Þetta eru magnaðir jarðeldar sem að vísindamenn eru farnir að geta spáð fyrir af ótrúlegri nákvæmni og við erum auðvitað þakklátt fyrir það allt saman. En það vakna aftur og aftur stærri og áleitnari spurningar um það hvernig við eigum að búa okkur undir það til framtíðar ef þeir hafa rétt fyrir sér um það að þessi umbrot geti varað næstu áratugina og jafnvel 100 ára skeið. Flugvöllurinn í Keflavík, mikilvægasta hliðið okkar inn og út úr landinu, er þar undir meðal annars og það vakna spurningar um það hvort að við þurfum að huga að nýjum flugvelli, ekki í Hvassahrauni, kannski ekki í Reykjavík en mögulega upp á Mýrum, í Dölunum eða einhvers staðar á Suðurlands undirlendinu. Þetta eru spurningar sem að pólitíkin verður að svara. En þó að þetta sé stærsta og langmikilvægasta frétt vikunar þá eru þetta fleiri fréttir sem að svona birtast í fjölmiðlum og ekki síst í Morgunblaðinu auðvitað og mbl.is. Ein af stóru fréttum vikunar lítur að stórri og mikilli brú sem á að reisa yfir Fossvoginn á komandi árum í tengslum við uppbyggingu borgarlínunar. Brúin er reyndar ekkert mjög stór, tæpið 300 metrar á lengd, en kostnaðurinn virðist ætla að verða ævintýralegur. Lagt var upp með það í upphafi að kostnaðurinn yrði 2,2 milljarðar, svo gáfu menn verulegan afslátt á því, fóru að tala um það að það þyrfti að taka tillit til útlits, hönnunar og eiginleika og þá færðu menn áætlunum upp í 5 milljarða. Nú er hún komin í 8,8 milljarða og miðað við reynslu okkar á opinberum framkvæmdum sem að gjarnan fara 60% fram úr áætlunum, þá má gera ráð fyrir því að þetta ótrúlega mannverki geti kostað alltaf 14 milljarða. Ef að kostnaður verður 8,8 milljarðar, þá má gera ráð fyrir því að lengdarmetrin verði gríðarlega dýr. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, forstjóri Keresis, sem hefur fjallað mikið samgöngumál, ekki síst á Vestfjörðum, hann bendir á að ef að þetta verður með því móti sem að við horfum upp á núna, að þá verði lengdarmetrin við þessa brú margfalt dýrari, 15 sinnum dýrari, heldur við Dýrafjarðargöng sem voru tekin í gagnið árið 2021. Hér er augljóst að við verðum að staldra við stjórnvöld, yfirvöld, þeir sem að fara með fjárveitingavaldið, verða að kanna hvernig í pottinni búið og við megum ekki eyða öllu þessu gríðarlega mikilvæga fjármagni í þessa einu framkvæmd, þar sem að við megum ekki einu sinni aka á bílunum okkar yfir. En eldarnir brenna víðar í stjórnkerfinu. Það var ótrúlega frétt sem að barst fyrir skemmstu af því að þjóðskrá metur það þannig að við séum í raun miklu færri heldur en við héldum og máttum við nú ekki við því. Við fögnuðum því áramótinu við værum sennilega orðin 400.000 en nýjustu talningar benda til þess að við séum ekki nema 386.000. Þetta er ekki gott fyrir þjóð sem er fámenn og okkar nema að einu leyti. Þjóðhagsreikningar og mat okkar á stöðu meðal þjóðanna taka ekki síst mið af því hversu mörg við erum og eftir því sem okkur fækkar á grunni þeirra verðmæta sem við sköpum þá verður þjóðarframleiðsla á mann alltaf meiri og meiri. Ef að þjóðskrá stendur sig enn frekar í stykkin og fækkar okkur kannski 10-20.000 manns í viðbót, þá verðum við langríkasta þjóð í heimi. Það má velta fyrir sér hvort að það sé eftirsóknarvert, en við óskum allavega eftir því að þjóðskrá telji rétt í þetta skiptið, þannig að hægt sé að gera áætlanir og meta stöðu landsins út frá raunhæfum mælikvarðum. Seðlabankinn, hann tók sína ákvörðun núna á miðvikudaginn, peningastefnunefndin fundaði á mánudag og þriðjudag og ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum. Meginvextirnir eru 9,25%, það er í hæstu hæðum, en einhverjir óttuðust að Seðlabankinn myndi jafnvel að öllu óbreyttu hækka vextina eilítið meira.
Það eru jákvæð teikn í kortunum eins og við fórum yfir í síðustu viku, hvað varðar hagtölurnar, vísitölu neysluverðs og núna heyrist lítið úr karphúsinu þegar að eldsumbrotin taka yfir alla umræðuna á Reykjanesi. Ef það tekst að landa eðlilegum, hófsömum samningum þar og opinberi markaðinu fylgir á eftir, þá gæti það gerst þegar líður árið að Seðlabankinn taki að lækka vexti, en sumir halda því fram að það muni ekki gerast fyrr en í fyrsta lagi sumar og sennilega í haust. Þessi mál verða ekki til sérstakrar umræðu hér í spursmálum þessa vikuna. Ég ætla að fá þau til mín Helgu Árnadóttur frá Bláa lóninu og Ara Trausta Guðmundsson. Þau ætla að ræða eldsumbrotin á Reykjanesskaganum og eftir það ágæta spjall þá kemur til mín Halla Hrund Logadóttir orkumálastjóri en þar brenna eldar rétt eins og á Reykjanesi. Herragarðurinn klæðir þig vel. Þær eru komnar aftur. Jarðarberja og bananasprengjur eru klassískar gleðisprengjur sem hitta alltaf beint í mark. Aðeins í takmarkaðan tíma. Nói Sirius. Orðin okkar búa yfir kröftum. Orð geta verið blíð, nærandi, huggandi. Notum orðin okkar til að uppræta hatur, ekki efla það. Hvernig notar þú orðin þín? Þá eru þau komin til mín hingað í settið Helga Árnadóttir sem framkvæmdastjóri sölu, rekstrar og þjónustu hjá Bláa lóninu og Ari Trausti Guðmundsson sem jarðvísindamaður. Þau ætla að ræða við mig auðvitað þennan risa viðburð sem við sáum gerast fyrir framan okkur bara í gærmorgun og stendur nú ennþá yfir í einhverri mynd en sem betur hefur nú aðeins slaknað í þessu öllu saman á Reykjanesinu. Komið sæl blessuð. Sæl. Ég kannski byrjað hér, Ari Trausti, út frá þessum atburði sem kemur þetta bara upp úr jörðinni með mjög skömmu fyrirvara í gærmorgun. Þetta eitthvað sem kom fólki ekki beint á óvart? Nei, það Veðurstofan og allt þetta teymi í raun og veru sem sér þetta orðið mjög sjóað og kerfið sem stuðst við orðið gott. Hvort það nú gervinöttir eða mælar og annað slíkt. Þannig að nei, þetta kom ekki óvart í sjálfu sér. Það var búið að tala með þetta, nú nálgaðist þessi punktur. Landrisið komið upp í tiltekna hæð og svo framvegis. Og í styttu fyrirværi, hann var hálftími. Þannig að þetta var eiginlega, maður líka við, getið sagt samkvæmt bókinni. Og það sem kemur á óvart eins og hversu öflugt þetta var í upphafi, en hversu stutt þetta hefur staðið. Er það þannig í raun, eða einu óvissu þátturinn í þessu bara nákvæm staðsetning sprungunar? Menn vita að það þarf að koma gos, en menn geta ekki sagt til það nákvæmlega hvar á sprungunni sjálfur þetta? Nei, því að þetta í raun og veru ekki ein sprunga. Þetta eru svo kallar gangar, kvikvildarsprungur, sem eru orðnar nokkrar því að hvert eldgos hefur sín eigin aðfærsluæð sem gangur. Veikbyggði hluti Skorpunnar hérna fyrir austan Sýlingafellið á þessu svæði, Skógarfellinu og þar. En ef að marka má þessa landhæðabreytingar, að þá kvikugeymslan, við getum kallað það kvikuhólf sem að verða til eða sillu eða hvað með vilja kalla þetta. Það sem sagt veiku punktarnir eru við jaðrana á þessu fyrirbæri og þar eru sprungusvæði sem að skera jaðrana, eru nálægt jaðrunum og annað austan við og hitt væri þá vestan við og að því þetta eru norðaust, suðvestlægar sprungur. Þannig að þar kemur upp núna og því var spáð að þetta væri langt líklegasti staðurinn en þetta ekki eini staður sem þetta gæti komið upp. Það eru fleiri staðir og það hægt að setja fram hugmyndir af því en það óþarfi vegna þess að þarna miskosti rætist þetta og ef það verða fleiri gos þá gætu komið upp þarna en það eru aðri staðir mögulegir. Ræðum kannski næstu gos hér á eftir. Mig langar Helga vegna þess að bara svo ég lýsi því hvernig ég áttaði mig á því að það væri byrjað að gjósa þá opnaði ég símann minn upp úr klukkan 6 í gærmorgun og þá sá ég fréttatilkynningu í pósthólfinu frá þér og Bláa lóninu og þá áttaði ég mig á því áður en ég opnaði skjalið að það veri goshafið vegna þess að þetta orðin, ég segi ekki business as usual hjá ykkur en þið hafið lent í þessu áður og þið eru núna komin með mjög svona afmarkaða verkferla og skýra verkferla hvernig skuli bregðast við. Getur útskýrt fyrir mér hvernig framkvæmdastjóri hjá Bláa lóninu, hvað gerist þegar þetta fer í gang?
Það er gott að þú byrjar á því að opna pósta frá mér þegar þú vaknar á morgnana. Gott að heyra það. En já, þetta er þannig og við auðvitað höfum verið í mjög góðu samtali og samstarfi við almannavarnir og önnur yfirvöld. Og við erum í raun og í beintengingu við það í gegnum tetrakerfi. Þannig að við fáum upplýsingar þegar ég að byrja hræringar þarna nóttina. Og þá í raun og fer bara í gang hjá okkur ákveðu verkferli, rýmingar áætlun, okkur er gert að rýma. Og við förum bara í raun og veru í þær aðgerðir. Og þetta gerist nótt og við erum með 2 hótel. Við erum líka með starfsfólk við nætur, restingar og ýmislegt og við erum í raun og veru búin að teikna þetta allt upp á þessar sviðsmyndir. Og sem sagt, það eru þarna þetta hjá okkur öryggistjórar og það eru rýmingarstjórar og aðrir sem bara í raun og veru taka við boltanum. Og þetta gekk mjög vel fyrir sig, en það sem skiptir auðvitað líka gríðarlega miklu máli er það að vera búin að upplýsa gestina eins vel og hægt er og við vissum svo sem nákvæmlega svo þú sagðir, við máttum eiga vona á þessu á næstu dögum og vera búin að upplýsa þá og þeir myndu vita ef til kæmi hvað myndi gerast. Þannig að þeir voru ekki með öllu óviðbúnir, þannig að þetta var allt bara yfirvegað og í raun og veru gekk fumlaust fyrir sig myndi ég segja. Hvað er stór hópur eins og í þessu tilviki á svæðinu sem að þarf að koma út af svæðinu með skömmu fyrirvara? Þarna í fyrirnótt voru þetta svona 150 manns með öllum. Og hvað tekur þetta langa tíma? Sko við í raun og veru, við skilgreindum þessa rýmingu sem svona yfirvegaða rýmingu, þar að segja að fólk fékk tíma til að klára pakka og koma sínum töskum sem sagt líka með og við vorum svona rétt rúmlega 40 mínútur. Þó að það sé yfirveguð? Já, akkurat. Hvað er skemmtirýmingin þá? Er það 20 mínútur? Hún er þá auðvitað töluvert skemmri en það, en það sem við erum auðvitað líka og horfum til er að einmitt að verkferlarnir eru mjög vel skilgreindir, þannig að þetta gengur allt hratt og vel fyrir sig og svo höfum við líka verið með rútur á staðnum manna, þannig að við getum, þetta er einhverjir á bílum, en þeir sem eru ekki á bílum, að þá komum við þeim í raun og veru þanga sem þeir vilja hvort sem til Keflavíkur þá eða í borgina. Og er þá eiginlega allt fólki farið að svæðinu þegar gosið er farið að svona taka á sig mynd og hraunið farið að flæða? Já, það er í raun og veru, ég myndi segja að síðustu bílarnir og rúturnar er að keyra þarna þegar gosið er að hefjast. Sko. Já, þannig að það er allavega góðs viti að menn hafi þrátt fyrir skamma fyrirvara sem vísindamennir höfðu til þess að vara við, að þá er fólk farið að svæðinu þegar þetta er farið að gera eitthvað usla. Já, en einmitt eins og Ari Trausti kom inn á að þá auðvitað er þessi vísindamenn sem við eigum sem eru bara algjörlega heimsmælikvarða. Það er alveg magnaði mitt hvernig þeir eru farnir að þekkja þetta og þekkja fyrirvaran og við svona áttum okkur alveg á því þarna og auðvitað búið að koma fram í fjölmiðlum dagan undan að ef til kæmi að þá væri langlíklegast að þetta væri þarna í Sundhnúkagígunum, þannig að menn svona voru einhvern veginn alveg svona rólegir yfir því og við vitum það líka, ég meina ef að upptökin yrðu annars ára nær okkur að þá væri raun og veru fyrirvarin allt annað. Þessi stutti fyrirvari átti við Sundhnúkagígana. Þú ert þá að vísi það ef að það myndi gjósa nær Bláa lónið, þar sem nær Svartsenginu, þá er einhvern veginn jarðfræðin þannig að það myndi kalla á miklu skýrari viðvörunarbjöllur. Já, ef ég leyfi mér að tala þetta sem jarðeðlisfræðingur sko, en það er auðvitað og maður er auðvitað að reyna að skilja þetta, en þú veist það er auðvitað þessi gígaröð sem er þá austanmegin við okkur, sem er Sundhnúkagígaröðin. Hinum megin vestanmegin við okkur er að þá helst eldvörpin. Eldvörp og Illahraun og Arnarsetur, það er nokkra gossprungur. Nokkra gossprungur hinum megin við, en við erum svona á þessari helli, í raun og ekki á þessu sprungusvæði sko, eins og við erum þarna þá eins og þú segir og landrisið réttilega er á Svartsengi, þar sem að við í raun og veru erum með okkar starfsemi. Þannig ég spurði þá jarðeðlisfræðinginn sem er með prófið sjálf, ef að við myndum sjá gos sem að væri nær þessum mikilvægu innviðum sem að bæði Orkuverið og Bláa lónið sannarlega eru, þá myndi það kalla á einhverja meiri hátta jarðskjálfta og skrunninga? Ekki nauðsynlega, auðvitað er þetta orðið þræl knosað og sprungið þetta svæði þar sem að núna kvikan kemst upp og það getur vel verið að þetta haldi sig við þetta svæði og þær gossprungar geta lengst til dæmis í norður. Það er auðvitað alltaf veikum möguleiki að þeir rengist í suðvestur. Það er ekki hægt að útiloka það í áttina Grindavík. Nú er ég að segja ef að það verða fleiri goss. En hinn möguleikin er sem sagt þá það sem að gamlar sprungur og þar á meðal eldvörp og þetta sem vorum að tala kemur inn að þessu svæði sem er að rísa og það er þá í dállu fjarlægð frá í raun og veru Bláa lóninu og
orkuverinu. Það kannski ekki minni tími en nú sáum við að hraunir rann yfir veginn, ekki satt, Grindavíkurveginn og yfir aðkomuleið að Bláa lóninu líka. Þannig að það svo mikilvægt að þetta virki allt saman mjög vel og ég tek undir með þér hversu sem sagt, vel hefur tekist og ég vil nú endilega nota þá tækifæri líka og tala hversu vel þeir standa sig í stikkinu þeir sem að ýta og moka og gera við pípur og passa upp á hérna loftlínurnar og svo framvegis sko. Það verður að vinna strekvirki þar dag og nótt. Já. Og allt þetta fólk sem hefur sér öryggi sem að kemur númer 1, það hefur staðið sig mjög vel og þá ég að tala líka um lögregluna og björgunarsveitirnar. Þannig að því leitinu þá hafa orðið þarna hörmulegt slys að þá enga síður hefur þetta farið vel í stórum dráttum fyrir utan tjónið, efnahagslega tjónið. Já, miðað við hversu stórir atburðir þetta eru. Já, og það sem kemur okkur óvart þessi, sem sagt, kannski hegðun sem öðruvísi, menn án var að tala Kröflueld, það sem litlu gosin komu fyrst og voru styrst og svo lengdust gosin og voru stærri. Nú þetta svona píldið öðruvísi, nú koma mjög öflug gosi upp hafi í raun og veru, eins og þetta síðasta og við tala ekki desembergosið. En standa bara í 1 eða 2 daga eða eitthvað í þeim túr. Það svolítið óvenjuleg hegðun. Það óvenjulegt en við sjáum auðvitað líka hversu mikil yfirferðin er. Þetta eru tæpið 5 kílómetrar sem að þetta gos nær á þessum tíma. Mér langar til að spyrja þig, Ari Trausti, út í það sem að Helga nefnir varðandi vísindamennina og þessa miklu þekkingu. Höfum einhver dæmi það bara í jarðfræði heiminum að svona magn mæla að svona yfirlega hafi átt sér stað. Eru jarðvísindin að upplifa, þetta eitthvað uppgötunarskeið á heimsvísu eða þetta þekkt? Ég vil nú ekki ganga svo langt, það eru keimlík gos mjög víða, við erum bara að taka Hawaii, þar sem hefur orðið stór tjón á byggðum og það að vísu annars konar, það er stór dyngja, margþætt dyngja sem að þar veldur, en þetta eru svona basalt sprungugos eins og hér og þau eru til annars staðar í heiminum og náttúrulega annars konar eldgos og það er auðvitað gríðarleg þekking sem hefur safnast saman í ákveðnum löndum, bæði hringinn í kringum Kyrrahafið og svo Hawaii til dæmis, í Bandaríkjunum og Ítalíu og víðar. Þannig að ég ætla ekki að fullyrða neitt það, en þó það að jarðvísindi læra alltaf af svona gosum og það er bara rétt núna, fyrir einhverjum fáinu dögum þá birtist grein í vísindatímariti þar sem verið að útskýra myndun stóra kvikugangsins, þessa 15 kilometra gangs, hvernig hann var til þar sem að yfir 7000 rúmmetrar á sekundu flæddu inn í jörðinni til að mynda þennan gang og hvað olli því og svo framvegis og þetta er ákveðin nýmæli. Þannig að jú, auðvitað eru að koma fram þegar svona margir vísindamenn, bæði erlendir og innlendir og svona mikið og gott mælakerfi til staðar, þá koma fram nýjar uppgötvanir, já. Mér finnst líka bara í gegnum þessi núna gos og þessar jarðhræringar allar, mér finnst þetta vera líka ofboðslega mikil þróun og einhvern veginn að menn að átta sig alltaf betur og betur á þessum viðburðum, á þessum stuttatíma í raun og veru. Þannig að mér finnst alveg bara magnað að eiga þessi samtöl við vísindamennina og einhvern veginn átta sig eins og þú segir líka bara þessi tæki og tól og hvernig menn að mæla og fylgjast með öllum stundum algjörlega aðdáunarvert. Nú sjáum við að þetta er skammvinnt gos, ekki stórt kannski í jarðsögulegu samhengi ef maður skilur vísindamennina rétt, en það nær að gera mikinn usla. Annars vegar er það að það tekur í sundur þessa mikilvægu heitavatnsæð sem að skiptir öllu máli fyrir Reykjanesið, en það er líka þessir vegir, það er Grindavíkurvegurinn og síðan afleggjarinn til ykkar sem að þetta raun tekur úr leik. Hvaða áhrif hefur þetta til skemmri og lengri tíma fyrir ykkur að því gefnu að þið fáið heimild til að opna starfsemin aftur þegar það fer að róast aftur þarna á svæðinu? Já, einmitt. Jú, auðvitað eins og þú nefnir, þetta er svona ákveðin stofnæð til okkar, en sem betur fer við höfum verið með í raun og veru þú gætir í raun og veru komið til okkar á 3 mismunandi vegu, annar er í gegnum Grindavíkurbæinn sem eðlilega er lokaður núna, en svo er 3. leiðin í raun og veru í gegnum Hafnir og Nesveginn og svo þá norður upp með norðurljósaveginum sunnanmegin. Þannig að það er svo sem aðgengi en enga síður eins og þú nefnir að þá er þetta bara Grindavíkurvegurinn sem bara aðgengi líka fyrir íbúa Grindavíkur til
bæjarins og annað, þetta er gríðarlega mikilvægt að það verði hægt að opna þessar leiðir með einum öðrum hætti hratt og örugglega. En þangað til auðvitað munum við væntanlega horfa til þess að nýta aðrar færar leiðir en auðvitað er það bara unnið í góðu samstarfi við yfirvöld og þeir skoða það væntanlega með okkur. Geta jarðýtur farið í gegnum svona hrauntungu? Já, það gera það. Þetta er þunnt og brothætt hraun, þannig séð, þannig að það er hægt að hreinsa veginn, já. Það kólnar hratt? Já, þetta gerir það tiltölulega hratt. Það er einhverjir dagar bara, held ég, þannig séð að það verður hægt að opna veginn. Þetta er ekki breið tunga. Nei. Kannski kæla það líka eitthvað. Eitthvað svoleiðis, en í sjálfu sér sko, þá er þessi atburðarás, ef við tökum nú Geldingadalagosið og það allt saman frá aðeins í bili, bara þetta sem að gerist, þessi stóri gangur sem að mynda sem er ævintýralega stór og öflugur og veldur þessu gríðarlega tjón í Grindavíkinni sjálfi og svo hefur hraun runnið inn í Grindavík og nú er óvissan þessi, heldur þetta áfram eða ekki og þess vegna verða menn að búa sig undir það og ekki bara það, heldur líka framhaldi sem að við getum kannski talað seinna, en vegna þess að þetta óróa tímabil sem að menn hafa vitað síðan 1970-80 er greinilega skollið á. Að þetta væri yfirvofandi á... Já, ég meina það er það bara það maður geta reiknað það út, því lauk 1240 eitthvað svoleiðis síðast og menn auðvitað búin að tala það margir vísindamenn og þetta er auðvitað eitthvað þegar við máttum búast við fyrir eða síðar og nú vitum við hvenær. Þetta sprungukerfi sem þú talar því að það er fyrir mikil einföldun að tala sprungu, þetta eru sprungur og kerfi í kringu það. Þetta tiltekna sprungukerfi sem að gera okkur þennan óleik í Grindavík og núna á þessu svæði þarna ofar eða norðar, þetta teygir sig langt upp eftir í átt að Hafnarfirði og Straumsvík. Það er annars. Er það annað kerfi? Já. Við erum vorum með svona gróft skipað 4 sprungukerfi eða eldstöðvakerfi á Skaganum frá Reykjanesi, hinu eiginlega, og yfir í Hengil. Svo búið að stúka 2 þeirra upp núna með Faradals fjallseldum. Þar er búið að búa til lítið eldstöðvakerfi og svo búið að skipta upp Reykjaneskerfinu í Reykjaneskerfi því eiginlega, þannig að Vitin og Kó og svo Svartsengi og þetta Sundhnúkssprungunar og þannig að en þau eru öll geta öll orðið virk á þessu tímabili sem við vitum ekki hvað er langt og við vitum heldur ekki á hversu langur óróatíminn er og við vitum heldur ekki í hvaða röð þetta mun gerast því að það er ekki hægt að taka miðalda atburðina frá 10. öld, bil 9. 10. öld yfir á þá 13. og spegla það yfir á nútíman og segja nú verður þetta eitthvað svipað. Það getur orðið allt önnur röð og önnur eldvirkni og mér langar bara að benda á það að kvikan sem kemur upp núna, kom upp í gær, hún er mun frumstæðari sem við köllum heldur en basaltið sem kom upp til dæmis þegar sundhnúkarnir gusu. Og líka það sem mest af því sem kom upp á miðaldatímanum. Þannig að við erum að fá núna inn kviku sem kemur á mörkum skorpu og möttuls og dýpri að og er frumstæðari og meira þunnfljótandi heldur en áður var. Þannig að það er svolítið nýtt í þessar umbrotarhinu núna miðað við miðaldirnar. Áhugavert. Eitt sem ég nefndi hér áðan, það er þessi vatnsæð til Njarðvíkur og það er orkuverið í Svartsengi er nefnilega ekki bara raforkuframleiðslu batteri, þetta hefur líka áhrif á vatnið okkar, heita vatnið og kalda vatnið. Þarna fer ein leiðsla í sundur. Eru innviðirnir hjá okkur ekki allt of veiklaðir? Er þetta ekki til marks það að við erum ekki búin að byggja upp kerfi sem að tryggir okkur nægilega vel fyrst að ein svona spýja getur tekið allt heita vatnið af 30.000 manna byggð? Já, þetta er auðvitað eðlilegt að menn spyrja sig að þessu núna en maður auðvitað vonar svo sem bara í svona skammtímanum að menn nái að laga þetta hratt og örugglega þannig að heita vatni verður komið á Suðurnesjunum. En jú, þetta er svo sem búið að vera í umræðinu, en er þetta ekki eitt af þessu þegar hlutir að gerast með svona ofboðslega löngu millibili að menn einhvern veginn aðeins sofna á verðinum?
En það var samt auðvitað unnið þarna þrekvirki í gær hvernig menn náðu að verja rafmagnsmösturinn og annað þannig að ekki fór þó enn verr. En jú, það auðvitað eðlilegt að menn velta þessu fyrir sér í dag. Rafmagnin hélst á lónunum og hótelunum hjá ykkur það ekki og heita vatnið eða mistu þið heitt vatn eins og aðrir á Reykjanesi? Nei, við erum beintengt við orkuverið í Svartsengi þannig að við erum þess að það allt saman innan varnargarðsins í raun og veru. Þannig að við í raun og veru höfum ekki orðið fyrir neinum óþægindum á svæðinu. Þannig að þið eru eiginlega einangruð frá þessum vanda sem að segja Reykjanesið finnur sig í allt í einu. Já, allt í einu núna af því að þetta hraunir rennir eins og þú réttilega segir þarna og hratt þarna tiltölulega út af því hvernig landið liggur. Ari Trausti, þú ert ekki bara jarðfræðingur, þú ert fyrir pólitíkus líka, þannig að þú getur kannski sett á þig þann hattinn. Vaknaði pólitíkusin í mér, vegna þess að, ég held að þetta sé, menn verða að horfa á þetta svona svolítið heildrænt, 1/4 af Íslandi er eldvirkur og meira en það er skjálftavirkur. Og við getum ekki þetta litla samfélag, þessu stóra landi, við gætum ekki undirbúið okkur þannig að við værum búin að verja alla innviði, vegi og orkuverin og þú rætt að það er ekki bara gufuorkuverin sem eru á háhitasvæðum sem eru inn á virkum kerfum. Við erum með til dæmis vatnsorkuver í jökulhlaupa hættu ofan á Vatnajökli og við getum farið inn í ofanflóðin og allt þetta. Að það er ógerningur að ætla að eyða gríðarlegu fjármagni í það að vera búin að verja sig gegn þessu öllu saman. Þannig að við verðum að taka þetta eitt í einu og það sem við getum gert núna, það er vissulega að vinna nýtt áhættumat fyrir, það er ekki bara hættumat, þetta er áhættumat, það er ekki það sama. Fyrir höfuðborgarsvæðið og fyrir þau svæðið þar sem eru til dæmis svona aðstæður, orkuver og byggð og það er þá hægt að vera tilbúið með hönnun á ýmsu. Það er hægt að vera með eina varaleið, veg og svo framvegis. Það er hægt að gera þetta í mælikvarða sem við ráðum við og það sama þurfum við að gera varðandi ofanflóðin og svo framvegis og þið vitið hvað við verðum að gera sambandi við snjóflóðin. Þannig að þetta er á leiðinni allt saman. Þetta bara tekur langan tíma og við verðum bara að horfast í augu við að við lifum á, ég er ekki að segja mjög hættulegu stað á jarðríki en allavega stað þegar við þurfum að læra að lifa með náttúrunni. Já, og sína sveigjanleika þá. En ertu þá að segja við séum dæmt þess að vera að skrifa eftir á eða getum við eins og vitandi það að þetta kerfi er núna farið af stað og sennilega hinn í kjölfarið? Hinn munum fylgja, við getum gert ýmislegt til þess, já, og þess vegna þarf þetta áhættumat að vera og á grundvelli áhættumatsins sem er þá framhald af hættumati. Það sem búið er að taka inn fleiri þætti heldur en bara það getur gosið og það gerist svona oft. Þá er hægt að komast að því hvað við ráðum við að gera við af sérstökum annarkvæmt varnarmannvirkjum eða hjáleiðum eða leiðigörðum eða aukavegum og svo flóttaleiðum og svo framvegis. Mikið meira gerum við ekki. Fyrir utan það þá að styrkja vísindin, þar að segja rannsóknirnar og efla almannavarnir og ég hef til dæmis talað fyrir því að hluti af almannavarnar og björgunar sveitaapparatinu sem er mjög sérstakt á heimsvísu og gríðarlega öflugt og gott að það verði endurskoðað hvernig hægt er að hafa jafnvel hluta því á föstum launum og svona létta álaginu á sjálfboðaliðina sem verða allt eftir sem áður kjarni þess alls saman. En í aðeins minna mæli kannski og aðeins minna álagi á atvinnurekendur á fjölskyldurnar og svo framvegis. En við höfum ekki aðra leiðir en sjálfboðaliðana en það má hins vegar endurskipuleggja bæði almannavarnir og kjarnan. Það væri líka mikilvægt og svo sitja meira fyrir í rannsóknir og almenningsfræðslu. Vegna þess að því meira sem almenningu veit, því betur hann undir stakk búin ef að verða náttúruhamfarir. Kannski eitt punktur inn í þetta ég má, ég myndi að þú nefnir þetta hættumat og áhættumat og það er akkurat og kannski, þú veist, við með Bláa lónið verandi þarna á þessu jarðhræringasvæði og þetta er mikilvægt að það líka, menn átti sig á því að það er ekki til nema einmitt út af þessum jarðhræringum á þessu svæði, við erum ekki að flytja það einhvert annað. En þá er einmitt þetta hættumat er að rýna svæðið bara út frá þessum jarðfræðilegu þáttum. En þetta áhættumat og hvernig það er kannski tengt hvernig við höfum horft á það hjá okkur,
að þá erum við komið þarna leiðigarð og við erum með þessar rýmingar áætlanir og við erum með þessar rútur og við erum með þessa þætti. Þannig að þá eru menn farnir að horfa sko öðrum augum til starfseminnar þegar þetta allt saman liggur fyrir heldur en kannski aðra starfsemi á öðrum stöðum og það er auðvitað þetta sem skiptir gríðarlega miklu máli til þess að geta haldið áfram starfseminni í góðu bara samstarfi móður náttúru eða svo hægt að segja sko. Hvað tekur við núna hjá ykkur? Nú gosinu að þér virðist að mestu lokið, það skýrist væntanlega á næsta sólarhringnum eða svo hvort að vísindamenn kveða upp úr það. Getið þið þá bara ræst vélarnar að nýju eða hvaða prósess fer í gang við þær aðstæður? Já, í raun og veru eins og ég segja við gætum þannig séð opnað í dag en auðvitað eru þættir sem þarf að skoða og það þarf auðvitað að kanna ýmislegt og slíkt. En í raun og veru að ég gerir ráð fyrir að við verðum núna bara í góðu samtali við bæði ríkislögreglustjórann og almannavarnir og veðurstofuna þetta bara meta þá nákvæmlega stöðuna upp á það hvenær við getum opnað farandi þá mögulega þessa aðra leið að lóninu þannig að við í raun og veru getum haldið starfseminni sem mest og best áfram án langvarandi lokunar við hvert eldgos eins og segja við eigum von á fleiri eldgosum og þetta er bara í raun og veru svo veruleiki sem við lifum við í dag og við ætlum að lifa með honum og þá er það þetta áhættu mat sem skiptir svo gríðarlega miklu máli og við vinnum það þétt og vel með viðbragðsaðilum. Kannski stóra spurningin í þessu líka framtíð Grindavíkur og þess vegna kannski rétt að spyrja þig, Ari Trausti, í ljósi nýjasta gossins og þessarar atburðarása sem að virðist ekkert á förum. Grindavík byggileg til nánar framtíðar? Já, ég get alveg sagt já vegna þess að við vitum ju ekki hversu mörg eldgosin verða og hvar þau verða og það má vel vera að svarið sé nei eftir 5 ár skiljiði, en ég ætla að hafa það já og lít þá svo á að fyrr en síðar að þá hættir þessi virkni þarna og hún flytur sig eitthvað væntanlega og svo hitt líka að það er hægt að verja bæinn með varnargörnum sem er konar hálfa leið og það er hægt að ganga frá þessum sprungum þannig að það sé hægt að vera þarna og hafa óskerta starfsemi nánast, höfnin í lagi og svo framvegis. Þannig að meðan ekki ljóst hvað verður eldgosin í nágrenninu, þá ekki raunverulega hægt að svara þessu. Þannig að ég get sagt já, nei eða nei, já. En við getum haldið í vonina. Já, meir en það. Ég held bara að það sé eðlilegt að gera það og við þekkjum Vestmannaeyjar og það allt saman. Og þannig að ég segi sem svo og svo erum við bara að bíða og sjá eins og Magnús Tumi kollegi minn segir oft, ég kann mjög vel að taka undir það, við erum að bíða og sjá. Við skulum bíða og sjá, þetta hefur verið fróðið spjall, takk ykkur fyrir að koma hér í sæti til mín, Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri sölu, rekstrar og þjónustu hjá Bláa lóninu og Ari Trausti Guðmundsson, jarðvísindamaður. Hún verður hér eftir örfáar sekúndur, Halla Hrund Logadóttir, orkumálastjóri. Hún ætlar að ræða við mig mál sem að sönnu tengjast þessum atburðum öllum. Það er orkan úr iðrum jarðar. Hvert skref skiptir máli. Frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota. Förum lengra. Komið sæl aftur. Við erum hér á vettvangi spursmála á þessum ágæta föstudegi og nú eru komin til mín Halla Hrund Logadóttir sem er orkumálastjóri. Það standa ýmis spjóta henni þessa dagana, ekki bara út af jarðhræringunum á Reykjanesi, heldur líka út af allri umræðinu orku og orkuskort á Íslandi. Ég ætla að ræða hérna við hana næstu mínúturnar þessi mál og fleiri. Heil og sæl. Velkomin á svæðið. Takk fyrir. Við höfum fengið hér ýmsa gesti í settið á síðustu vikum þar sem að menn lýsa því einhvern veginn að við höfum vaknað upp við vondan draum á síðustu misserum við það að Ísland sé að verða, við erum ekki orkulaus en að það sé skortur á raforku í landinu. Hvernig er staðan með það að mati Orkustofnunar? Já, það er áhugavert að hugsa hver staðan er á orkumörkuðum og eðli málsins samkvæmt er orkumarkaðurinn kvikur
En framleiðsla orku, þetta eru langtíma verkefni sem að taka langan tíma í framkvæmd. Og það er áhugavert að við horfum á okkur staðan núna að fara aðeins aftur í tíman. Ef við bara förum aftur til ársins 2016, að þá er álver lágt. Við erum að tala að þá verið að blása af verkefni eins og álverið í Helguvík, United Silicon. Og þessi staða, þessi svona ákveðni slaki í kerfinu heldur áfram til COVID-tímans, þar sem að álver aftur að taka dýfu. En svo kemur átökin í Evrópu, stríð í Úkraínu, orkukrísan tekur við og landslagið breytist frekar hratt. Við erum að sjá það að álverð hækkar og þá auðvitað vilja öll fyrirtækin fullnýta sína samninga, að gott verð á mörkuðum. Við sjáum líka varðandi gagnaverin að það auðvitað verða Bitcoin og bara almennt er gott að vera í business gagnavera hér á landi, góðar tengingar og annað. Þannig að þau vilja sjálfsögðu stækka og svo eru komin nýr og spennandi iðnaður, landeldi sem er einhvern veginn að koma inn akkurat á sama tíma. Þannig að eftirspurnin er mjög mikil á sama tíma og það er ekki nýtt framboð að koma inn, ekki nýjar virkjanir að detta inn akkurat núna. Og svo svona í ofanalag að þá bætist við svo staða að batterín okkar, lónin, eru ekki nægjanlega sterk. Þórisvatn og fleiri slík. Akkurat og við erum að tala maður hafði nú áhyggjur af þessu í fyrra þegar maður sá hvað lína var langt undir meðalári en hún er enn lægri í ár. Þannig að það er líka minna til skiptana, ef svo má segja. Það er líka önnur breyta í þessu sem hefur legið lengi fyrir og það eru orkuskiptin. Óháð því hvort að það rísi nýtt álver í Helguvík sem við vitum nú að verður ekki, að þá er mikil þörf fyrir aukna, hreina, græna orku í stað eldsneytisins sem við viljum losna við út úr kerfinu hér. Akkurat stjórnvöld hafa sett sér gríðarlega metnaðarfull markmið þegar kemur að því að klára orkuskipti sem eru auðvitað ein stór iðnbylting að maður horfir á það þannig. Þetta er ný framleiðsla meðal annars á rafeldsneyti sem að þarf að koma inn í kerfin og það er alveg ljóst að það er hægt að gera ákveðnar breytingar varðandi nýtni og það geta orðið breytingar í samningum á milli fyrirtækja en svo kemur til ný framleiðsla og sem að getur meðal annars nýst í orkuskipti. Og þá er svo áhugavert að hugsa að þetta er í raun og veru 3 skref. Það er orkuskipti á landi og þar er almenningur að standa sig frekar vel. 70% af nýskráningum bíla voru rafbílar hjá almenningi fyrra. Og síðan er það sjávarútvegurinn sem að kannski kemur næstur í röðinni að því að flugið er lengra fram í tíman. Og það sem er merkilegt að maður horfir á að því að við erum svo auðlindarík þjóð að sjávarútvegurinn, þetta er gjörbreyting í raun og veru á skipum og þetta er gjörbreyting á því hvernig eldsneyti sjávarútvegurinn þyrfti að nota og það kemur að innviðamálum eins og höfnum, við erum að tala að rafeldsneyti tekur meira pláss á skipum og síðan er það kannski, þegar við erum að tala þessa nýju vöru rafeldsneyti, það áhugaverðasta að hún mun verða dýrari. Það er ekki búið að full þróa markaði, þannig að ákveðin tíma verður hún dýrari. En aðalatriði snýr að því hvort að við höfum orkuna yfir höfuð. Nú hef ég skoðað skýrslur til dæmis frá Landsneti sem frá árinu 2019 sem er fyrir COVID-faraldurinn vara við því að það sé yfirvofandi orkuskortur í landinu. Þegar ég skoðaði áskýrslur Orkustofnunar, þinnar stofnunar og ávörpin sem að þú hefur birt þar 2020, 21, 22, það er ekki einu orði vikið að orkuskorti. Reyndar í einni rammagrein frá sérfræðingi sem að snýra svona hermilíkonum, en það er hvergi í ykkar tali sem að varað er við þessu eða þetta fært í tali yfir höfuð. Hvað veldur því? Sko ef við vísa aftur í það sem við fórum yfir áðan, hvað hafa orðið mikla breytingar á stuttum tíma orkumarkaði. Landsnet birti 2019. Já. Við erum að setja það í samhengi. Við erum að setja það algjörlega í samhengi, en hér erum við að tala sko framkvæmdir, ef þetta hafa verið að koma nýtt magn inn á kerfin okkar, þá væri það framkvæmdir sem væri, sko við hugsaum kjörtímabil, að minnstakosti síðasta kjörtímabili og auðvitað löngu fyrir mína tíð. Það sem að skipti máli núna eru leyfismál sem að þó munu ekki færa okkur með aukna framleiðslu fyrr en fram í tíman og þá eru að við horfum á hvað er í nýtingaflokki í rammaáætlun að þá eru nokkur verkefni sem eru þegar komin inn á borð Orkustofnunar
Búrfellslundur fór í auglýsingu núna. Við erum að bíða eftir að Hvammsvirkjun komi aftur til okkar. Hefur verið undanfarna 8 mánuði hjá Umhverfisstofnun og síðan verið að horfa á stækkun Sigöldu og fleira. En þetta er ágætt svar, en þetta er ekki svarið spurningunni. Spurningin laut að því af hverju Landsnet 2019 farið að vara við orkuskorti, en enn hefur ekki verið varað við því í opinberu skýrslum frá ykkur. Í raun og veru má segja að þú horfir á hugtakið orkuskort að það umfram eftirspurn og hún mun halda áfram að aukast. Hvað umfram eftirspurn? Það í raun og veru, við getum selt allt það magn sem að Alþingi ákveður að framleiða hverju sinni. Og góðu fréttirnar, Stefán, að framtíðin spennandi hvað það varðar. Það eru mörg tækifæri, ekki bara í orkuskiptum, heldur allt frá því að við horfum eins og ég nefndi á landeldið yfir í tómataræktun sem var nú mikið í fréttum hérna daginn. En það alveg ljóst að það mun koma nýtt framboð inn á kerfið og við höfum sýnt í þeim greiningum sem við höfum sett fram að það þörf á því að auka framleiðslu til þess að sinna markmiðum stjórnvalda meðal annars. En ég held að sé svo mikilvægt að átta sig á því að þó að þau leyfi sem að fara í gegn núna, það eru leyfi sem að koma ekki inn á kerfið fyrr en eftir 3 til 5 ár. Og þess vegna, í fyrsta lagi. Já, þess vegna verður staðan núna á næstu árum tiltölulega knöpp hvað þetta varðar. Og ég held að sé allir sammála það að auðvitað farsælla ef það alltaf jöfn þróun og í þessum málum. Þannig við séum ekki með ákveðnar stöður af og til. Það sé auðvitað eitthvað sem skiptir máli. Í lögum Orkustofnun kveðið á það að þið séu ríkisstjórninni til ráðuneytis orkumál og önnur auðlindamál og þeir standa rannsókn orkubúskap og safna gögnum orkuauðlindirnar. Skýtur það ekki skökku við að þið hafið ekki í þessum mikilvægustu skýrslum ykkar sem áskýrslurnar og í ávörpum frá því áramóta ávörpum og öðru að þetta hafi ekki verið fært í orð þannig að menn myndu ekki vakna upp með vondan draum núna 2023-2024 heldur hefur kannski gert það þá 2020-2021. Held að þarna sé ótrúlega mikilvægt átt að segja því að umræðan okkar það að það þurfa að vera raunsæri umræða hvað orkuskiptin þýða hefur verið mikil og það líkan sem við höfum birt sem ég hveti alla til að skoða orkuskipti líkanið okkar sýnir svart og hvítu hver orkuþörfin í ólíkum fösum og hún ákveðin þegar kemur að orkuskiptum á landi, hún meiri síðan þegar við erum að horfa á orkuskipti á hafi og þetta eru þessir póstar sem eru framöndan og svo eykst hún mjög þegar við erum að horfa á flugið sem kannski meiri framtíðarmúsík. Þannig að það hafa okkar greiningar sýnt. En þetta ekki bara orkuskipti. Ef við skoðum til þess gögn frá ykkur, þá kemur í ljós að á síðustu 5 árum hefur notkun almennings, það almenn notkun á rafmagni, aukist 230 gigavastundir á tímabilinu, en þar bara 90 gigavastundir til orkuskiptana. Þannig að það orkuþörfin ekki bara hjá stóriðinu, heldur líka af almenningi. Og á sama tíma erum við í raun lítið sem ekkert að virkja. Og þú segir að það þurfa að auka orkuöflunina jafnt og þétt. Frá 2007 þegar að Kárahnjúkavirkjun var reist, að þá höfum við tekið í notkun í raun 5 litlar virkjanir sem að hafa bætt tiltölulega litlu við kerfið. Erum við ekki algjörum óleyst? Ég svo ánægð að koma inn á þessi mála því ég held að sé grundvallar misskilningur í umræðinni og hún svo að fyrr á tímum að þá var það þannig að Orkustofnun var í því að hanna virkjanir, gera samninga og annað og ýta hlutum áfram. Hvernig staðan í raun og veru í dag? Hvert hlutverk Orkustofnunar eins og staðan í dag? Jú, það Alþingi sem að tekur ákvörðun hvað fyrir nýtingaflokk, það að segja hvað má virkja í landinu. En síðan það fyrirtækjana að ákveða í hvaða verkefni þau vilja fara á ákveða tímapunkti. En í fyrstu grein lagana Orkustofnun segir að þið vinnað áætlanagerð til langs tíma orkubúskap þjóðarinnar. En þrátt fyrir að við getum sett fram áætlanir og annað, að þá lagarammi núna og við höfum verið að innleiða algjörlega nýja löggjöf frá árinu 2003 og lagarammin þegar við erum að breyta þessu yfir í samkeppnisumhverfi felur í sér að það á hendi orkufyrirtækjana að ákveða tímapunkti. Þau vilja setja fram orkukost í nýtingaflokki inn í leyfisveitingaferli og mér finnst áhugavert að sjá það að ef við horfum á þá kosti sem eru í nýtingaráætlun
og meðal annars núna eftir að rammaáætlun var samþykkt, auðvitað eftir langan tíma, að þá tiltölulega lítið brot af þeim kostum sem eru í nýtingarflokki sem að hafa ratað inn á borð Orkustofnunar. Ég held að þetta sé eitthvað þegar við erum að horfa á leyfisferla heilt yfir, við erum að horfa á hvernig eigi að tengja saman markmið stjórnvalda við áhuga fyrirtækja, hagkvæmni og annað, eitthvað sem þurfa að hugsa betur. Þið komið þessum leyfisveitingum í dag. Þið eru svona hliðvörðurinn frá fyrirtækjunum og í gegnum regluverkið þar til að stjórnvöld heimila það að ráða sig í framkvæmdir. Næsta stórvirkjun sem ekkert risastór, sem að menn hafa verið að eygja eftir Hvammsvirkjun í Þjórsá, sem að geti bætt talsverður orku inn á kerfið. Þið hefur verið harðlega gagnrýnt fyrir það að það tók ykkur 18 mánuði að afgreiða það leyfisveitingaferli þegar að meðaltími að sögn forstjóra Landsvirkjunar við slíkar leyfisveitingar hefur verið 3-4 mánuðir. Í aðstæðum þar sem að við stöndum frammi fyrir umfram eftirspurn sem að þú kýst að kalla það eða orkuskorti sem að aðrir kalla. Hvernig stendur á því að ykkar stofnun tekur þennan rosalega langa tíma í að afgreiða þetta mál? Þú notar orðið hliðvörður sem er svo gott einhvern veginn að hugsa af því að Orkustofnun einn hlekkur í keðjunni og við erum mikilvægur hlekkur. Við erum hlekkurinn sem að snýra að virkjunarleyfunum sjálfum en við skulum ekki gleyma að undan því kemur ferli rammaáætlunar sem að hefur nú tekið sinn tíma. Við erum að tala líka mat á umhverfisáhrifum sem fyrir gegnum Skipulagsstofnun. Síðan erum við að tala leyfisveitingar á vettvangi sveitarfélaga, aðalskipulag, deiliskipulag og við komum þarna nálægt endanum. Og ég held að hluti af því hvernig við birtum stundum í umræðinu líka að það orðið mikil óþolinmæði og þreyta þegar búið að fara í gegnum öll þessi önnur hlið. En þetta eru 18 mánuðir. Það er alltaf 6-fall lengri tími heldur en almennt. Hvað veldur því? Og eflaust tækifæri á því að bæta kerfið í heild sinni. Ég held að það sé eitt ef við erum að hugsa hvað sé gott fyrir kerfið í heild sinni að hugsa það í samhengi. Varðandi þessa spurningu með Hvammsvirkjun að þá það alveg rétt, það tók langan tíma og ég hef fullan skilning á því að þessi hlutir þurfa að vinnast hratt og vel. Það er bara hluti af því að geta sinnt verkefnum sem eru gríðarlega mikilvæg fyrir þjóðarbúið. Auðvitað iðnaður í landinu að skapa okkur gríðarlega miklar tekjur og annað. Í þessu tilfelli rangur samanburðurinn sem að Hörður Arnarsson minnist á í því samhengi að við erum að tala að þetta fyrsta stóra virkjunin sem niðri í byggð. Hún fær á sig metfjölda kærumála og það tekur lengri tíma að vinna úr öllum þeim kærumálum og það leyfis umsækjanda í hag að þau séu unnin vel því að annars tekur við langt ferli annara kærumála í kjölfarið og úrlausnarefna. Þetta leyfi, það var síðan vatnaáætlun Evróputilskipunar, dæmi hvernig regluverk hefur sjálfu sér verið að flækjast í staðinn fyrir að einfaldast. Það regluverk var ekki, vatnaáætlun hafði ekki verið samþykkt í þessu dæmi sem þú nefnir til samanburðar sem að hamlar þessu. Það er löggjöf frá 2011 reyndar vatnaáætlun? Já, en dæmum löggjöf sem að við höfum verið að ýta á að þurfa að klára innleiða því að vatnaáætlun, hún ekki bara mikilvæg fyrir nýtingu á vatnsafli fyrir orkuframleiðslu. Hún líka gríðarlega mikilvæg fyrir iðnað eins og landeldið sem mjög vatnsfrekur iðnaður og fyrir allan jarðhitann okkar sem við nú bara sjá í beinni að skiptir gríðarlega miklu máli fyrir samfélagið. Hefur mikil áhrif á okkur öll með einum eða öðru hætti. Heldur betur. En þú segir að þið hefur verið að ýta á það að vatnaáætlunin sé innleidd að fullum í réttu móti, en þið eru gerð afturreka með virkjanarleyfið í Hvammsvirkjun einmitt út af vatnaáætluninni. Akkurat nú. Hvernig getið þið á aðra röndina verið að kalla eftir því að þetta sé að fullu innleitt en klúðrað síðan því ferli sem að tók 6-fall lengri tíma heldur en í virkjunum almennt? Það ekki búið í vatnaáætluna innleiðana fullu og það á hendi löggjafans að gera það. Þannig að þó að við teljum okkur geta haft jákvæð áhrif á málin þá getum við ekki breytt lögunum eða klárað áætlanir sem ekki á okkar borði. En hins vegar Þið getið fylgt regluverkinu sem að úrskurðarnefndin felldi sinn úrskurðum að þið hefði ekki gert. Í raun og veru snýr það að vatnaáætlun hefur ekki verið innleidd að fullu og við höfum unnið ötullega því með Umhverfisstofnun
að reyna að koma málinu áfram. Máli hefur verið núna í umsjón Umhverfisstofnunar frá því síðasta sumar en virkjunarleyfið er ennþá í gildi, þannig leið og málið kemur aftur til okkar að þá heldur svo vinnsla áfram. Þegar ég skoða rammaáætlun eins og hún liggur fyrir núna með nýlegum breytingum og ég skoða síðan mjög metnaðarfullar áætlanir stjórnvalda að koma hér á fullum orkuskiptum í landi þar sem við erum að flytja inn olíu ári hverju fyrir meir en 100 milljarða króna. Þá sé ég, og ég nú ekki sérfræðingur í þessum málum, að það algjörlega útilokað að við náum þessum markmiðum okkar. Það flókið mál að mörgu leyti eins og ég kom aðeins inn á áðan hvernig þessir þættir spila saman. En það alveg Það útilokað að við náum markmiðunum með orkuskipti 2040 miðað við það hvernig rammaáætlunin lítur út og hvert vinnsluferlið á þessum virkjanakostum Við eigum möguleika að klára orkuskipti á landi þar sem við erum bara að tala rafbíla og annað því að þar orkuþörfin tiltölulega lítil. En þegar kemur orkuskiptum að hafi að þá þarf mun meiri orku og þá þarf það að hanga saman að virkjunarkostir í nýtingaráætlun, bæði þeirra áætlun sem núna og framtíðaráætlunin parist saman við þessi metnaðarfullu markmið stjórnvalda. Það alveg rétt. En áætlun stjórnvalda lítur ekkert bara bílaflotanum, almenningur og einkaframtakið nú bara að leysa það upp á sitt einsdæmi hér, en áætlanir stjórnvalda sem að þið starfið í umboði fyrir ganga einmitt út á það að hér verður komin á full orkuskipti 2040 sem eftir 16 ár. Ég held að þarna sé raunhæfnin í orkuskiptum á landi. Eins og ég sagði áðan að orkuskipti hafi þó að tæknin sé tiltölulega þróuð. Já, en áætlun stjórnvalda lítur líka að hafi. Alveg sammála, við köllum eftir raunsæri umræðu hér. Af því að líka... Þá hinn fullu orkuskipti 2040, þau ekki raunhæf eins og stjórnvald lögðu upp 2021? Ég held að það krefjandi vegferð og hún ekki bara krefjandi út af orkuhlutanum. Hún ekki útilokuð? Hún bæði krefjandi út af orkuhlutanum en hún líka krefjandi, Stefán, út af því að notkunarhliðin, fiskiskipin okkar þurfa að vera tilbúin og það rosalega mikil fjárfesting. Það líka flutningaskipin? Heldur betur og þau reyndar fyrir utan það sem við köllum beina ábyrgð Íslands. En bara við horfum á fiskiskipin að þá verðum við að átta okkur á því að á þessari tímalínu að þá líklega verður rafeldsneyti dýrari kostur. Það ástæðan fyrir því að Bandaríkin að niðurgreiða og Evrópusambandið að horfa á svipaðar leiðir. Og ég held að umræðan þurfi að vera miklu meira. Eru við tilbúin til að niðurgreiða rafeldsneyti fyrir sjávarútveginn eða ætlum við að gera ráð fyrir að sjávarútvegurinn sé tilbúin að kaupa dýrara eldsneyti af því að það umhverfisvænna. Ég þarf að fá heiðarlegt svar frá þér með þetta. Þú segir að þetta sé krefjandi. Já. Þetta ekki fullkomlega óraunhæft? Þetta ekki bara spurningu kostnaði við rafeldsneyti, þetta snýst tæknilega innleiðingu. Algjörlega. Og síðan snýst þetta aðgengið orku og þegar ég skoða rammaáætlunina og þá möguleika sem við höfum á því að afla grænnar orku hér og því ég sé hversu langan tíma það tekur að hefja framkvæmdir og koma þessu virkjunum í gagnið fyrir utan síðan flutningsneti sem þarf til að þá 16 ár bara ekki nægilega stór og mikill rammi fyrir það. Ég bara endurtek, ég held að þetta sé raunhæft markmið þegar við horfum á orkuskipti á landi. Ég held að þetta sé afar krefjandi. Ég ætla nú að halda í bjartsýnina hérna en ég held að þetta sé afar krefjandi bæði út af orkuhlutanum. Það alveg rétt svo nefnir. Þetta langtíma framkvæmdir og við leysum aldrei vanda með því að smetla fingrum. Þetta alltaf eitthvað sem að tekur tíma í innleiðingu, framkvæmdina sjálfar og svo hinn hliðin. Ég vil hins vegar segja að það búið að vera áhugavert að sjá þau fyrirtæki sem hafa verið að taka skref. Og ég hef þá trú, við lærum alltaf mest að því að gera hlutina. Ég sjálf með bakgrunn í sveit og mist einhvern veginn þegar maður fer að framkvæma hlutina þá kemur svo mikill lærdómur. Og við munum sjá það núna í þeim verkefnum sem fyrirtækin hvaða lærdómur kemur og frá þeim lærdómi mun vonandi komast aðeins raunsari mynd á þetta ferðalag Íslands. Og ég vil meina að við þurfum að læra hratt. Við þurfum að læra hratt og við hvað sýnist þér í þeim efnum varðandi eins og virkjanakostina? Nú verið að tala Vindorkuna, Búrfellslund, Blöndulund mögulega, þar sem að reyndar raforkan meira og minna öll strönduð fyrir norðan. Geturðu nefnt mér bara næstu virkjanakosti sem að við verðum að ráðast í á allra næstu misserum til þess að þetta verði raunhæft jafnvel bara hvað varðar orkuskiptin á landi?
Ég get sagt þér að þeir nú nýbúið að samþykkja kerfisáætlun Landsnet sem að Landsnet kemur til okkar hjá Orkustofnun og þar farið í raun og veru yfir sviðið í heild sinni. En ég get sagt þér hvað á borðinu þar. Þar erum við að sjá virkjanir eins og Búrfellslund sem að nýverið fór í auglýsingu og hægt að kynna sér í stjórnartíðindu meðal annars. Og við erum líka að sjá Hvammsvirkjun, hún inn á þessu 3 ára plani, sem sagt kerfisáætlun hefur framkvæmdaáætlun til 3 ára og síðan eru inni þar nýjir tengipunktar fyrir nýja notendur eins og landeldi. Hér ég að horfa á Þorlákshöfn sérstaklega og síðan eru spennandi hlutir líka að gerast þegar kemur að kerfinu og af því þú varst að nefna strönduðu orkuna að þá eru góðar fréttir hvað varðar kerfisáætlun næstu árum, hvað þetta varðar. Það búið að taka 15 ára að koma tenginguna úr norðri til suðurs og það sér ekki enn fyrir endan á því. En við verðum að... Það 16 ári að þið vilja ná fullum orkuskiptum. Við verðum að halda, nú ég og mínu 3. ári í embætti og við verðum að taka stöðuna sem hann og vinna frá henni. Og ég held að það sé mikilvægt að ef ég bara fer yfir hverjar eru breytingarna núna. Við erum að sjá Holtavörðulínu, við erum að sjá Blöndulínu sem geta skipt sköpum í þessum málum. Það bara ekki komnar í gegn. Það er ekki komið leyfi fyrir þeim og það eru þessi fyrirbæri sem að þú nefnir sem að drituðinn umsögnunum við Hvammsvirkjun, þau standa í vegi fyrir öllum þessum framkvæmdum og muni gera áfram. Meiri sé að Suðurnesjalínu 2 sem allir ættu að sjá meðal annars út frá myndunum hér fyrir aftan okkur að nauðsynlegt að koma í gagnið. En það mikilvægt samt sem áður að þessar framkvæmdir sem ég nefni, að þær eru á 3 ára áætlunni eða á allra næstu árum og það eru þá komnar í samþykkta kerfisáætlun. Varðandi hraðan og annað, þá held ég að það séu ýmis tækifæri. Getum við tekið löggjöfin úr sambandi þannig að þessir kærumöguleikar, endalausu kærumöguleikar sem tefja verkefnum jafnvel 2 áratugi, að það sé einfaldlega tekið úr sambandi vegna þess að við stöndum frammi fyrir því, ekki aðeins að það sé yfirvofandi orkuskortur, heldur að stjórnvöldur eru búin að setja þetta markmið orkuskiptin. Það hægt að nálgast þetta á ólíka vegu og ég get sagt þér það sem að maður sér svona í samhengi við Evrópulöggjöf sem við erum auðvitað að starfa innan, þá eru augljós tækifæri þegar kemur til dæmis að málum eins og fjölda staða það sem verið að veita umsagnir. Þetta gríðarlega tímafrekt ferli, margar sömu umsagnir að berast ólíkum aðilum. En hægt að taka þetta ferli úr sambandi? Það ekki eitthvað sem hægt að gera í sjálfu sér, þannig að við þurfum að horfa á, við erum bara með skuldbindingar þætti gegnum Evrópulöggjöf, gegnum annað það sem að þarf að hafa ákveðin ferli. Þannig að það þyrfti þá meiri háttar lagabreytingar og slíkar lagabreytingar eru langt út fyrir umboð Orkustofnunar en sjálfsagt eitthvað sem að mætti ræða í samhengi við breytingar á löggjöf heilt yfir. Og ég held að því að það líka, við þurfum að horfa á það að Orkustofnun með stóra aðra flokka. Við erum með nýtingu á grunnvatni sem mjög mikilvæg fyrir iðnað, mikilvæg meðal annars fyrir landeldið og við erum með jarðefnanýtingu sem líka mikilvæg í ólíku samhengi. Að það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli, það mikill hagur af því að þessi hlutir gangi vel og við hjá Orkustofnun höfum verið að vinna því að besta okkar ferla. Við erum lítil stofnun en við höfum verið að besta okkar innri ferla og síðustu 2 ár hafa verið umfangsmestu leyfisveitingar í sögu Orkustofnunar. En við erum ákveðin hlekkur í stærri keðju og kannski leynist tækifærið einmitt í því að horfa dálítið á hvaða tækifæri eru allt frá rammaáætlun yfir í framkvæmda leyfi sveitarfélagana. Kannski það verkefni sem þarf að horfa á til þess að við séum að passa upp á að skilvirkni sé sem mest án þess að gefa afslátt á gæðum. En nú til dæmis ný grænbóka ef maður rétt frá sem umhverfisráðuneytið lét vinna umhverfis-, loftslags- og orkumálaráðuneytið sem sýnir það að vatnsveitan hjá okkur, vatnsöflunin í landinu líka í miklu vanda. Mér minnir að 70% af vatnsveitunum sjáu fram á það að það verði vatnsskortur eða þau geta ekki aflað þess vatns sem að iðnaður og samfélag þurfa að halda. Þetta virðist allt vera bara í einhvers konar lamasessi. Þarna kemur líka mörg hlutverk sem að tilheyra ekki Orkustofnun en ég vil samt segja að það ótrúlega mikilvægt að við séum með sterkari heildarmynd af þessum auðlindum bara fyrir okkar þjóð
og þetta samstarf sem að við og ISOR, Íslenskar orkurannsóknir, höfum verið að teikna upp saman. Það á bæði við vatnsauðlindina sem auðvitað lykil framtíðar auðlind fyrir iðnað að mörgu leyti fyrir samfélagið heild sinni. Og hér þurfum við að horfa til langstíma, en þetta á líka við jarðhita auðlindina og við erum að sjá það bara á ólíkum stöðum í landinu að það þarf að horfa meira á hvernig við nýtum þá auðlind, það þarf að styrkja nýtingu, í raun og veru bora eftir heitu vatni og bæta innviðina. Og að því þú ert að nefna álíkar áskoranir, þá verði ég að fá að nefna Vestmannaeyjar sem eru auðvitað búin að lenda í ótrúlega kröppum dansi varðandi húshitunarkostnað, varðandi vatnsmál og annað. Og auðvitað þegar við horfum á orkumálin til framtíðar og þessi innviðamál, þá verðum við að vera vakandi yfir því að skapa tækifæri og svona ákveðið jafnræði fyrir ólíka staði á landinu. Því að framtíðin ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, hún líka á landsbyggðinni. Já, akkurat. Samtök iðnaðarins hafa gagnrýnt þína stofnun og reyndar þig harkalega fyrir ákveðin mál sem tengjast meðal annars stjórnarsáttmálunum frá 2021 þegar að stjórnvöld ákveða að færa þessi mjög metnaðarfullu markmið frá 2050 eins og flestar þjóðir hafa sett sér og til ársins 2040. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins hefur beinlínis haldið því fram að Orkustofnun hafi komið röngum upplýsingum á borð stjórnvalda og að þau hafi tekið ákvarðanir þessi mögulegu orkuskipti á mjög veikum grunni. Hvernig bregstu við? Þetta eru mjög alvarlegar ásakanir. Ég held, nú þekki ég ekki nákvæmlega málavexti eða hvað gögn Samtök iðnaðarins að vísa í. En þú þekki gögnin sem að þú lagði fyrir ríkisstjórnina? Já, við lögðum ekki þessar upplýsingar fyrir ríkisstjórnina. Það sem ég get sagt að okkar gögn sem sýna, sem eru bara gögn almennt, sem eru aðgengileg hverjum sem að það hægt að ná þessu markmiði þegar þú horfir orkuskipti á landi. Þannig að ég verð bara að vísa þessu... Stjórnvöld sögðu ekki orkuskipti á landi, þau sögðu bara orkuskiptin. Það ekki við okkur að sakast í því, við vorum ekki inn í þessari ákvörðun að færa þetta markmið, þannig að ég verð bara óska eftir að þú beinir spurninginni beint til Samtaka iðnaðarins. En þegar að stjórnvöld síðan birta sín stjórnarsáttmál og segja við ætlum að fara í fullu orkuskipti 2040, veifaði þú einhverju rauðu flaggi við þau sem ráðgefandi við þau í orkumál og sagðir þetta ekki raunhæft nema í landhlutanum? Frábært að þú komir inn á þetta því að við höfum einmitt verið að auka okkar samstarf mikið við ráðuneytið og bara almennt við stjórnvöld í að benda á hvað þurfi að koma til. Og það var akkurat hinn hlutin að gagnrýni Samtaka iðnaðarins. Hann sneri að því okkar umfjöllun og áherslu á orkuskiptin og einmitt hlutverk okkar að benda á þær áskorunir, bæði sem tengjast orkuöflunni en líka köllum aftur meira raunsæi þegar verið að horfa á þessi skref, hvað þau þýða raunverulega, ekki bara hvað orkuöflunina varðar, heldur líka þá innviði og annað sem þarf að koma til. Og þar erum við að benda á að það þarf þéttara samstarf á milli innviðaráðuneytis, fjármálaráðuneytis og ráðuneytis orkumála, þannig að við séum að teikna upp raunsæjamynd. Og það það raunsæi sem að við hjá Orkustofnun leggjum áherslu á. Talandi raunsæna myndir, það munaði minnstu að þingið afgreiddi fyrir skemmstu frumvarp sem að tryggði yfirvöldum, upprunalega frumvarpi gekk út frá því að það vald yrði hjá þér, síðan var það fært yfir til ráðherrans að skammta orku og setja heimili og smáfyrirtæki í forgang og ýta stórfyrirtækjunum til hliðar í því samhengi. Við á Morgunblaðinu höfum fjallað mikið þetta. Það er algjör ógjörningur að fá skýra mynd af því hvernig kerfið virkar, hvort að það sé rétt sem að forstjóri Landsvirkjunar haldið fram að orka sé að flæða milli kerfa og annað í þeim dúr. Mér sagt að það liggi einfaldlega ekki fyrir, það séu ekki til nein gögn eða skýr mynd af því hvernig þessir markaðir virka innbyrðis. Og það líka fullyrt eftir samtöl sem ég hef átt við forsvarsmenn inn í þessu kerfi að Orkustofnun, sem að þó hefur það verkefni lögum samkvæmt að vinna áætlunargerð, safna gögnum þetta, hafi ekki leitað til orkufyrirtækjana gögn sem varða það hvernig þetta í raun og veru virkar. Eru þið ekki með skýra mynd af því hver staðan í raun og veru er?
Þetta er margþætt spurning, þannig að við byrjum á byrjunum frumvarpið og tilgang þess. Að það er auðvitað þannig núna að þegar það er þröngstaða í kerfinu, að það er ákveðin áhætta á því að almenningur verði undir í samkeppni. Það er bara staðan og mun líklega verða staðan áfram. Við þekkjum efni frumvarpsins, en spurningin er á hvaða grunni er löggjöfin sett, því að þetta er löggjöf sem að felur sig gríðarlegt inngrip og valdheimildir fyrir yfirvöld í landinu til þess að fara inn á markað sem á að vera frjáls samkvæmt okkar alþjóðlegu skuldbindingum. Höfum við þá yfirsýn og þau gögn sem þarf til þess að leggja raunverulegt mat á það hvort að þessi löggjöf hafi verið þörf eða ekki? En við byrjum á því einmitt hvernig kerfið okkar, orkukerfið, hefur verið hannað. Þá hefur það verið hannað þannig að Landsvirkjun bar áður ábyrgð á heimilum í landinu, á almenningi og það virkaði hreinlega þannig að það var ákveðin flís af orku sem var bara frátekin í kerfinu. Passaði að staðan í lónunum fari aldrei undir ykkur ákveðin gildi, alltaf til magn fyrir þennan hluta markaðarins. Og kerfið okkar er hannað þannig því að við erum eyja og alltaf ákveðin hætta að það sé verið að selja inn á þessa flís og þá ólíkt öðrum mörkum er ekki hægt að kaupa eitthvað hratt annars stað frá því við erum ekki tengt. Síðan gerist það 2003 að þessu kerfið er breytt og ábyrgðin er ekki útfærð. Eins og frumvarpið stendur núna þá er þetta mjög svipað kerfi og verið að leggja til. Það er að segja að það sé verið að taka frá ákveðna flís og að orkufyrirtækin framleiðendur ólíkir skipti í raun og veru ábyrgðinni á milli sín. Ég skil það, við höfum fjallað þetta í löngu máli. En spurningin sem við höfum ekki fengið svar við, sem ég legg núna fyrir þið þá í þriðja sinn, er höfum við gögnin? Hafið þið kallað eftir þessum upplýsingum frá orkufyrirtækinu hverju einu? Vegna þess að þessi fyrirtæki eru ólíka að uppsetningu stærð og þau hafa ólíka hagsmuni innbyrðis. Hefur Orkustofnun þessa yfirsýn? Ef ég klára þá skiptir ótrúlega miklu máli að átta sig á því að þróun orkumarkaða, regluverki í Evrópusambandinu gerir ráð fyrir að séu varnaglar fyrir almenning. Þannig að það er hluti af þróun regluverksins að tryggja ákveðna útfærslu. Þetta vitum við. Við höfum ekki tíma til að fara nákvæmlega yfir það. Spurningin er, hafið þið þessi gögn, hafið þið kallað eftir þessum upplýsingum frá orkufyrirtækjum? Það eru nefnilega gaman að fjalla um það. Við höfum heldur betur gert það og allar þær greiningar sem að þurfa til að svara spurningum eins og er leki á milli markaða, hver er staðan ákvæmlega, hvað eru orkufyrirtækin búin að tryggja sig langt fram í tíma, hvað er hátt hlutfallið sem er tryggt ekki bara næstu mánuði heldur út árið. Allar þessar upplýsingar liggja sjálfsögðu fyrir hjá Orkustofnun og þeim hefur að sjálfsögðu verið miðlað til nefndarinnar í takt við þær upplýsingar sem nefndin þarf að hafa til að taka raunsæjar ákvarðanir. Þú ert að tala um þingnefndina? Ég er að tala um þingnefndina því að sjálfsögðu er það þannig að ekki er hægt að taka ákvarðanir jafn flókin mál og orkumálin án þess að byggja þær í einu og öllu á gögnum. Þannig að ég hvet alla til að kíkja inn á heimasíðu Orkustofnunar, skoða þessi ótrúlegu gagnasett og greiningar sem eru meðal annars að nýtast okkur ákaflega vel núna þegar við erum að takast á við krefjandi aðstæður á Reykjanesi sem að ég vona innarlega miðað við það duglega fólk sem er að vinna að nýju lögninni, að tengja hana, að horfi til betri vegar núna á næstu klukkustund. Heimildin fjallar það í morgun að því að við talsvert langskeið var að stjórnvöld við þeirri hættu sem að raungerist í raun þegar að heitavatnslögnin fór frá Svartsengi í gær. Hvaðan hefur fjölmiðillinn þessi minnisblöð? Þetta eru fleiri en 1 og fleiri en 2 minnisblöð og ég var að tala við mennin í stjórnkerfinu í morgun sem kannast ekkert við það að hafa afhent fjölmiðlunum þessi gögn. Að sjálfsögðu þannig ef að fjölmiðlar óska eftir gögnum þá svörum við og veitum þær upplýsingar sem eru opinberar. Þannig að minnisblöðin koma á grunni gagnabeina, já, akkurat. Heyrðum, þetta hefur verið hressandi, áhugavert og heldur betur stór og mikill málaflokkur sem að þú ert með á herðunum að hluta til og þetta fleiri inn í kerfinu. Hallar Hrund Logadóttir, ég þakka þér kærlega fyrir komuna í Spursmál þennan ágæta föstudag. Takk fyrir að bjóða mér. Miklu frekar. Þá er ekki meira á vettvangi okkar þessa vikuna. Umræðan tæmt, en við verðum hér á sama tíma að vikuliðinni með mjög spennandi og sjóðandi heitan þátt eins og þennan hér í dag. Sjáumst þá.